náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili Þvottahússins. Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir. Velkomin. Hvernig hefur það? Bara fínt. Það ekki? Jú. Það er gaman að vera komin til ykkar. Já. Við þarna, eins og segir, við erum kannski svolítið ruggaðir, við erum búin að vera þarna rúmliggjandi. Ég og Fúsi til skiptis. COVID, sko. Það er heimsfaraldur. Já, hann er búinn. Búinn á Íslandi. Já, bara hér. Herru, en þú ertu bara svona, heitir að vera klíniskur sálfræðingur? Já, sko, mér skilst það að maður geti ekki sagt klínisku sálfræðingur nema að sé sérfræðingur í klínisku sálfræði sem að ég er ekki búin að sækja þann titil ennþá. Smá slugsaskapur í mér en jú, ég starfa sem sagt við meðferð á fólki. Ertu sem sagt með þína eigin stofu þar sem að þú... Já. Opnaði núna í bara byrjun árs rými sem að heitir Heilsugar. Já. Og er svona batamiða rými með skaðamingandi áherslum þar sem að ég er svona að reyna að blanda saman svolítið þessum top-down aðferðum svo kölluðum og bottom-up aðferðum og til þess að ég sko útskýri hvað ég á við með því. Þá þú ert í rauninni, heilin er þrískiptur, þú ert með heilabörkin og svo ertu með tvo, sem sagt miðheilan og gamla heilan og svo ertu með taugakerfið og þegar þú ert að vinna með áföll eða bara hvað sem er í rauninni hjá fólki, þá er oft sérstaklega með áföll, þá er ekki nóg bara að tala um hlutina og verður líka að vinna með taugakerfi. Þannig að tala um hlutina og fara svona í gegnum lógikina og heilabörkina þar sem maður skilur, það er þess að top-down aðferðir, svo er þess að bottom-up aðferðir að vinna með líkamann og vinna með taugakerfið. Myndirðu segja að það sé meira svona effektíft eða svona árangursríkara? Það er bara sko best að blanda þessu saman. Já. Því að náttúrulega oft er það þannig að til þess að geta farið í þess að bottom-up aðferðir þá þarf þetta að skilja af hverju þú þarf að fara í þar. Eins og til dæmis maður getur í rauninni allar nálganir ganga út af þetta að einhverju leyti hvort sem maður heitir huran atferðlismeðferð eða eitthvað annað. Maður bæði lógík og síðan að fara inn í hlutina og kenna taugakerfinu einhver nýtt. Hvernig er það fysiskt? Fer það fram? Bottom-up þá? Það eru bara alls konar leiðir. Það er til dæmis EMDR er ein sem er svona notuð í áfallameðferð. Hvað stendur það fyrir? Eye Movement Desensitization and Reprocessing sem er alveg þvílíkt jargonnafn en þetta er aðferð sem þetta gengur út af það að maður fer í rauninni inn í einhvern atburð sem er fólki erfiður og svona í samtali. Já, sko, nei, í rauninni ekki, já og nei, þetta er, maður fer inn, maður kastar akkir inn í tauganetti sem maður er að vinna í, sem með að spyrja ákveðna spurninga ákveðin hátt og svona virkja það tauganett sem maður er að fara að, eins og dálislega? Nei, ekki svo dálislega. Þegar þú tekur sko heilalínuritt hjá fólki sem er í dálislega, þá ertu í svona þessum rólegri bylgjum, meðan að í EMDR þá ertu meira í svona þessum árvekni bylgjum. En þess að þá í rauninni í EMDR þá kastar þessu akkir inn í tauganetti og svo byrjar að örfa yfir miðlínu svo kallar og þetta er miðlína líkamanns. Fylgistu með á meðan? Nei, við erum ekkert með heilalínuritt. Nei, ég sá fyrir mér bara Svo set ég hérna hjálminn á gef rastuð. Nei, ég byrja að örfa yfir miðlínu. Það er sem sagt, þú ert með 2 heilahvel og þau eru bara samtengd með bara pínu lítilli brú í rauninni og til þess að þegar minning er full unnin þá þarf ekki að náður upplýsingum með báðum heilahvelum á sama tíma og þú vinstra heilahvelina þarf að fá þessar svona rök staðrindir og úr þessu hægra skynhrifin og svoleiðis. Þannig að áhugavert. Já, og það er yfirleitt gert bara með að halda upp í 2 puttum og fólk fylgir þeim eftir með augunum eða maður tapar á hnén á fólki eða einhvers konar svona bilateral stimulation eins og kallaður rænsku sem ég veit ekki alveg hvað er góð íslensk þýðing á. En það í rauninni neyðir heilan svolítið til þess að hugsa hlutina á annan hátt en venjulega. En ég meina þurfum við ekki að vera á svona báðum stöðum? Báðum stöðum? Allt svo hægri og vinstri? Jú. Og er ekki, þegar við tölum svona efnishyggju hugsun sem við erum först svona í einhverjum hugmyndafræðum og einhvern veginn ætlum að leysa bara öll okkar vandamál og allar okkar krísu með því að hugsa einhvern veginn það út í eitt og greina það og fá einhvern veginn stjórn einhvern veginn á allt.
erum við þá ekki svolítið mikið bara í svona einhverjum svona efnishluta heila og við skiljum hinn eftir sem hefur kannski meira með svona eins og þú sagði skynhrif eða hvað þú kallaði guð eða rými eða Já, sko það þarf ekkert endilega að guð eða eitthvað svoleiðis kannski kemur ekkert alveg endilega þarna inn á þetta sko. En það er náttúrulega alveg rétt að bara samfélagið eins og það sett upp vestra samfélag, það einhvern veginn hyglir rosalega þessu vinstra heilakvæli umfram þetta hægra. Þetta hægra er að skynja og vera svona svolítið í hjartanu frekar heldur en rökhugsunni og við eigum það svolítið til bara á Vesturlöndum að við viljum analýsera allt og skilja allt og það er stundum bara ágætt að finna og það er stundum að leyfa sér það líka leyfa sér verið í bland nefnitt Herðu, sko, upprunalega þá hann eins og ég sagði við áðan þá sem sagt okkur var bent á því að fá þig hérna til okkar því að þú ert með reynslu svona því að hjálpa eins og þú kallar ferðalöngum og þá meina ég fólk sem að fara inn í svona ferðalöng með hjálp hugvíkandi efna þetta verið sveppir eða MDMA eða hvað sem við förum inn í þá eftir og það var sérst upprunalega nálgunin og við ætlum að fara inn í það en þegar ég fór að skoða þetta svona betur þá var ég svona svolítið kjarnaður í tráma þú veist ég hver er ásetningurinn fyrir því að fara í þessi ferðalög lítur að vera ásetningur, það er ástæði fyrir því við erum ekki bara í einhverju góðu partí sko. og þá er ég bara alltaf einhvern veginn tekið tilbaka í tráma í áföllin og þegar ég fór að skoða heimasíðurnar ykkar og svona, þá sé ég það einmitt sko, og þú talar þetta sem áverka í rauninni tráma og þá er einmitt þetta sko, veist, skilja atburðir eða eitthvað svona reynsla sko áföll, er þetta raunverulegur innri áverki á taugakerfi eða vefjum eða bara inn í líkama hvað meinar þú með áverki? Sko það sem ég meina með áverki er bara basically það að það sem við erum að vinna með er ekki hluturinn sem gerðist, heldur sporin sem að setja eftir í líkama og heila viðkomandi. Og sko, nú er ég náttúrulega ekki tauga sérfræðingur og það er rosalega lítið vitað í rauninni heilan. Við þótt að vitneskju hafi fleygt fram, þá er ennþá alveg gífulega mikið, þetta er það flóknasta sem við finnum hann úti í þessum alheimi. Það eru 100 til 150 milljarðar taugafruma bara inn í hausnum á okkur og það er miklu meira en að stjörnum í allri vetrarbrautir okkar. Þannig að þetta er alveg gífulega flókið líffæri. Þannig að sko, hvað nákvæmlega er þarna inni, ég get í rauninni ekki svaraði nema ég get sagt það að ef að þú smættar þetta niður, þá þetta er líffræðilegt. Það er stöff. Já, ég meina, allar eitthvað tilfinningar, ef þú smættar það niður, þetta eru taugaböfni sem eru syndandi í líkamanum okkur og hafa áhrif á hin og þessi kerfi í líkamanum. Og svona eins og ég skil þetta svolítið, þá virkar heilin svolítið eins og meltingafærin á okkur. Og það er bara basically þannig að það sem að fer inn, það þarf að vinna úr því og það þarf að setja það í mismunandi staði. Þannig að þú færið inn einhver hrágögn í gegnum augun eða eyrun, ljósbylgjur eða hljóðbylgjur og eitthvað svoleiðis. Svo þarf heilin að taka þetta og vinna úr þessum mismunandi stöðum og setja þetta saman í þessa heildstæðu mynd sem við erum að upplifa núna sem raunveruleika. Og það eru boðefni og hormónar og allt í gangi. Alls konar, já, einmitt. Og svo þarf hann að ákveða hvað í þessum raunveruleika skiptir máli ég nýti og það sem að er ekki, það sem hann metur sem svo að það skiptir ekki máli, það er því bara hent og þess vegna muni ekki hvað hefur fengið í kvöldmatum fyrir 3 vikum en það sem að er metið sem mikilvægt, það þarf að setja það á mismunandi staði og þetta virkar bara opuslega vel á daglegum basis og þið vitið alveg það er bara munur á því að vera hérna í núinu versus bara fyrir 10 mínútum, það er strax svona munur á reynslu og minningu, það er allt annað fíl þannig að þetta bara er kerfi sem virkar ágætlega bara nákvæmlega svo meltingakerfi okkar svo kemur eitthvað inn sem að yfir þyrmir kerfið, bara ofstórt og þá fáum við meltingatröflunar og það eru í rauninni þannig það eru áföll í rauninni og það þarf ofta að hjálpa að melda En getur þú afmáða alveg slæman reynslu annað úr sem að situr hérna fast Getur þú eitt minningunni? Nei, minningin er alveg til staðar en það sem þetta snýst svolítið er að taka þessa tilfinningarhleðslu úr minningunni þannig að það sem að þú getur svolítið
þú getur svolítið fundið hvort að minningafullunin eða ekki, einmitt með því að hugsa tilbaka og þú færið ennþá sér líkamlegu viðbröð, kjánarhrollin eða skelfinguna eða ógeðið eða hvað sem það Meltingin, kvíðan og akkurat, já, þá þýðir það að það einhver hluti, einhver taugunetana sem maður bara veit ekki að þetta búið og þarf einhvern veginn að ná að samþættast eða integrerast inn í afgangin af heilanum og þar koma með þessi hugvíkandi oft inn í vegna þess að það leifir heilanum að tala svo mikið saman. Já, hvað meinar með því? Það í rauninni bara, sko, það sem hugvíkandi líf gera að þau minnka svolítið blóðflæði í ákveðnum hlutum heilan sem að kallast default mode network. Hafið heyrt default mode network það sem að svona, það heilasvæði sem oft mætti kalla egoið okkar. Já. Og það svona þetta svæði sem að hefur með fortíð að gera og framtíð að gera og hver ég og hver mín staða í þjóðfélaginu og hvað svona réttlætiskennd og þetta hefur líka með að gera með það að setja hlutina í samhengi. Þessi hlutur gerðist af því að þessi hluti gerðist, þetta narratív sem við búum til og flækjum okkur sig alveg endalaust. Og má ekki segja, ertu ekki að tala bara svona eitthvað svona undirmeðvitund eða þannig? Það sem að hlutir ekki eru lengur beint persónulegir? Sko, nú skil ég það ekki alveg. Nei, ég meina sko, þetta eins og þegar Sara Páls var hérna með okkur daginn. Hún fór með mig í dáleiðslu ástand. Okay. Og þá einhvern veginn átti ég því að komin á þennan stað þar sem að sko reynslan var og minningar og annað. Nema ég átti einhvern veginn mun auðveldra með að sjá í rauninni samhengið og svörin og því að ég einhvern veginn því að útkoman var einhvern veginn ekki filteruð í gegnum svona hræðslu eða eitthvað svona eða gremju eða tilfinningar fattar þið hvað við? Já, og það í rauninni bara áfalla úrvinnsla yfir höfuð, það í rauninni snýst það að geta farið í gegnum minninguna án þess að fara í annarkvort sko, það nokkuð sem kallast tilfinningaþolmörk og það bara þetta græna svæði sem við erum aftur, ég tala aftur þetta sem græna, gul og rauða svæðið græna svæðið bara þegar þú ert í jafnvægi, hjartsláttin rólegur og í þessu ástandi þá gróa sár og þú meltir matinn og þú meltir upplýsingarna þínar þannig að þetta svona það líkams ástand sem að líkami vill vera í síðan ef að líkami metur sem svo að það einhver hætt á ferðinni en þú getur samt eitthvað gert í henni og getur hann eitthvað flúið undan henni eða barist við hana, þá þeir kikkað inn á gula svæði sem hætta og þá farið fight flight sem sympatiska kerfið og það þú veist, ég hugst alltaf svona horfðu á Transformers þegar voru krakkar þú veist, þegar þeir breyta sér þú veist, úr Transformer í bíl alveg þú veist, það nákvæmlega sem gerist í rauninni við okkur bara á svona millisekundu þá bara adrenalin kom út allt í líkamann og þá bara hefur áhrif á öll kerfi líkamanns til þess að við séum bara í peak physical condition til þess að fara í einhvers konar líkamsátök sko en já, og svo ef að og þetta er semst upplega sem reiði eða kvíði síðan ef að líkamann metur sem svo að það hætt á ferðin en þú ert ekkert að fara að gera nýtt í þessu þú ert alveg inni króaður og hjálpar vana þá þið kikka nýra á rauðasvæði sem þetta frís ástand frís, shutdown, collapse og það upplegað sem vonleysi eða hjálparleysi og það, ef þú ert í þessum tveimur svona varnarkerfum þá meldir ekki matinn þinn eða orkuna þína þannig að í rauninni það sama hvaða aðferð þú notar til þess að hjálpa fólki að vera á græna svæðinu og fara í gegnum erfiðu hlutunum sína, hvað sem heita hugvíkandi eða dáleiðsla eða EMDR eða hvað sem í rauninni Þannig að minningin þar nema tengingin í rauninni við minninguna hún orðin einhver allt önnur Já, og getur hugsað tilbaka og sagt já, þetta gerðist og á þess að fá niðurgang Já, þetta þarf ekki að skilgreina mig eða já, akkurat og meiri segja kannski við erum farin að geta litið á reynsluna sem þessuna bara svona valdeflandi eða jákvæða í rauninni í líf okkar eitthvað sem var áður bara eitthvað alveg mega bömmar oft, það er alveg rosalega hjálplegt að finna einhverju svona merkingu í þjáningunum geggjað einmitt, sko já, ég skrifaði einmitt hérna hjá mér við erum búin að fara yfir þetta, það er þetta veist, erum við að tala sár eða einhvers konar orku sem situr í frumum vefjum veist, hvað veit ég, er þetta eitthvað sem við náum að losa okkur við og skilur áfall ekki alltaf eftir sig einhvers konar sko
komist við að þeim tíma sem við erum bara með algjörlega uppgerða fortíð altså minningar okkar og það séu svona gildislaði með einhvers konar tilfinningum. Við erum aldrei búin. Það eru bara endalaus lög. Er ekki alltaf eitthvað að vinna? Það já, algjörlega. Og þetta bara pínlítið eins og með þessa líkamlega áverka. Ég meina, sumir áverkar þeir gróa bara algjörlega og meðan aðrir skilja eftir sér ör. Þetta í rauninni bara, mér setja búinlega lítill munur á hvort að áverkin þú veist, sérst utan að í sáraformi eða hvort þú fáir Hvenær þarf þetta að fara að vinna í þessu ekki? Það eru flesti með áföll eða eitthvað. Já. Hvenær þetta ég með einhverja minningar og eitthvað sem kikkar inn og jákvætt og neikvætt og svo leiðis en hvenær þetta þar maður að fara virkilega að vinna í þessu og kafa og hendin akkirinu og allt þetta Sko, þú veist, einmitt þetta að við lendum öll í einhverju og flest bara að líkaminn gerðu til að gróa sára sinna, hvort sem þau einmitt þessi líkamlega, þessi andlega, þetta snýst allt það bara hvernig búið sárið eftir á og þú veist, við vitum öll hvað við eigum að gera ef við fótbrjótum okkur, það setti gifs og síðan megum við ekki tilla fyrir þetta 6 vikur og alveg svona procedure með það, síðan lendir einhver svona erfiðum atburðum og það ákveð sem þarf að gerast í kjölfara á því og það að þú þarft að fá viðurkenningu á því að já, þetta var þér erfitt og þér má líða svona og þú þarft að fá einhvern svona sympathetic other til þess að vera með þér og sjá sásökaðin þú getur ekki gert þetta einn í rauninni En því lengur svo býðu með sár eða eins og bara líkamlega áverka því meiri skemmir áverkin út frá sér sko. Oft á tíðum, já og bara fer inn í hinn kerfin og Já, þetta svona svolítið eins og ef þú myndir vera með, segjum að þú haltir á vinstri fræti og byrjar að beita þér vitlaust og þá allt í einu skekkir allt kerfið, sko. Þarf það að vera samt, skilur? Getur hann ekki bara verið stabíl áverkin? Jú, það þetta ekki svo kviðslit sem að bara stækkar hægt og rólega, ekki alltaf, skilur við? Nei, þetta náttúrulega bara svo alls konar. En sko, til að svara spurningunum hvenær maður þarf að fara að vinna í þessu, það ef þetta að hamla þér á einhvern hátt í annarkvort bara í sko daglegu lífi eða samskiptum eða eitthvað svoleiðis. Og það oft sko sem að fólk kannski áttar sig ekki á fyrir löngu seinna að það hefur lent í einhverjum erfiðum hlutum en það að bregðast við fortíðinni í nútíðinni með því að til dæmis það gerist eitthvað bara smávægilegt og það kannski springur upp í tilfinningu og sem kannski algjörlega kannski ekki alveg í samræmi við það sem gerðist og þá það oft sem það eitthvað það var að tryggjara taugakerfið, eitthvað gerðist og við erum farin beint í varnarkerfið Það losar einhverja gríðarlega spennu sem búin að fá að safnast upp Já, eða bara að líka með mann. Þetta voru hættulegar aðstæður áður fyrr og það best að bregðast við þannig hátta því að við ætlum að lifa þetta af. En erum við ekki farin erum við ekki orðin duglegri að horfast í augu við þessa innri áverka? Eða erum við of dugleg við það? Sko... Ég þekki rosa mikið fólki sem í virk og bara endalausum áfallameðferðum og fíknimeðferðum og svona meðferðum og... Já. Sko, mér finnst það rosalega jákvætt að við séum við erum geta farin að tala miklu meira tilfinningur okkar. Það ekki nema 2 kynslóðir síðan að barnið dó og það var bara ekki nefnt á nafn. Nei, og fylgdi því nánast bara skömm liggur við, sko, bara við tölum ekki erfiða hluti, við tölum ekki tilfinningur. Það rosalega skemmandi. En sko, hvort að við séum að fara að gera of mikið af þessu, það sem að mér, sko, það sem ég sé svolítið þetta snýst svolítið það bara umhverfið, þjóðfélagið okkur ekkert sérstaklega hlýðholt. Þannig að sko, við erum í umhverfið sem að í rauninni ekki hannað fyrir okkar þarfir að svo mörgu leyti. Við erum búin að þróast í milljónir ára í ákveðnu samfélagsmynstri sem eru kannski 50 til 200 manns eða 150 manns sem eru saman í einhverju hjörð og allir náskildum í nefa hvers manns rassi og enginn á sér engalíf og mikil tenging og þetta okkar náttúrulega ástand. Svo komum við inn í dýragarðin sem við erum búin að byggja í kringum okkur og ætlumst til þess að vera bara í lagi en þóttu við séum alltaf að vera fleiri og fleiri þá alltaf fjarlægin að vera meira og meira á milli okkar og auðvitað líður fólki illa ef það einangrast. Það er bara þannig við erum hópdýr. Já. Og ég tala rosalega mikið svona, mér langar svolítið að líka þessu við Wood Wide Web. Hafið þið heyrt Wood Wide Web? Ok, Wood Wide Web sem sagt vísar til þess að ef þið horfið á skóg af trjám, þá lítur þetta út fyrir að vera samansafna einstaklingum. En ef þið kíkja undir svörðin ofan í moldina, þá komist þið að því að allir þessi tré, þau eru rosalega tengd í Þau eru rauninni bara eitt, sko.
Já, þau eru bara í svona rótar og sveppa þráða kerfi, það er svona þau tala alveg gífilega mikið saman, senda næringu og skilabóti vina sinna og til dæmis, og þau gera alveg ekki mannamun, heldur trjáamun, þau til dæmis senda miklu meira næringu til mest til foreldra, svo til sískina og svo svona einhver goggunaröð, þeir senda, ef þeir fá pest í sig þá geta þeir sendið vina sinna ekki bara skilabóðum að þeir séu með pest, heldur hvers konar pest þeir eru með, þannig að þeir geta mynda mótefni, það eru heilu stríðin sem eru háð þarna milli tegunda í formi efnavopna árasa, rosalega mikið tjáskipti í trjám og þetta er bara heili, það er þetta mycelium network sem að liggur alla jörðina, þetta er í rauninni heili og það er meira sér að búið að finna ekki bara ljósnæmar frumur, heldur litanæmar frumur sem þýðir það að moldin sér í lit, en allavega þú veist, mér finnst þetta svo góð líking fyrir okkur, af því að sko, við mannfólki eru nákvæmlega eins og trén, það er að segja tengingin á milli okkar, hún sést ekki en hún er óbúslega mikið til staðar og það þarf ekki nema eitt jákvætt eða neikvætt orð, það fer alltaf stað inn í okkur skilji, þannig að við upplifum okkur sem einstaklinga, við erum ekki einstaklingar að nema mjög litlu leiti, við erum hjörðin sem við erum í rauninni. En núna erum við búin að fá öll þessi tæki og allt þetta dót sem á að vera auka á allt þetta flæði upplýsinga. Já. Er þetta að hafa þau áhrif að við séum að sameinast meira eða eru við að aðgreina okkur bara meira frá hvort öðru? Er þetta ekki að hafa öfu áhrif á okkur? Jú, það er nefnilega, eru bara vísbendingar það að allir þessi samfélagsmiðlar, þeir eru ekkert af hennu góða í rauninni, sko. Nei, og internet og fréttamiðlar og hvað veit ég? Já, bara þessi tækna, það er náttúrulega einmitt, alveg nákvæmlega eins og ég er að tala um varnarkerfi náðan, þessi varnarkerfi sem við erum að díla við, fight-flight kerfi, 400 milljón ára gamalt, freeze shutdown er 500 milljón ára gamalt og bara til að setja þetta í samhengi þá dóu risaletnar út fyrir 65 milljón ára. Þannig að sko, físiológían sem að við sitjum uppi með, hún er svo gífurlega gömul að hún næri ekkert að halda í við tæknina. Þannig að það er svolítið það sem við erum að díla við. Við setjum okkur ekki mörk? Nei, svo er það oft á tíðum. Það er svo leiðilegt. Nei. Ég ætla bara að borða ís í kvöld. Ég segi það. Herðu, já, geggja. Sko, herðu, áður við förum inn í sko þessa hugvíkandi nákvæm. Þá rakst ég á annað sem ég fannst mjög áhugavert, það er þetta með taktin. Já, ég líki þessu bara, þetta er bara eins og ég skil þetta er ákveðin mantra. Og hvað er takturinn að gera við vitundina sem samanstendur að hægra á vinstra heilahvili, ef við svona einfalda þetta. Og ég heyrði eitt sinna að taktur skapar endurtekningu og réttri sveiflu og myndar að jafnvægi með milli hægra á vinstra heilahvilis. Þannig sem að myndast þessi brú eða vitundabilgja. Og ég heyrði mér þess að mann, Sitting Bull, hann talar um sko að þú fái hjálm eða geislabaug þegar þú fer inn í þetta ultimate jafnvægi milli hægra og vinstra heilahvilis. Takturinn. Já, þá byrjar að glóa sko og hann talar mikið um kyrjun sko, að kyrja. Já. Sko, er mantran ekki öflugasta verkfærið sko þegar það kemur að heilun vitundarinnar? Sko, nú veit ég ekki alveg hvað við þegar við talar um vitund, ég þyrfti til að fá betri skilgreiningu á því, sko. Þú veist, ertu að tala um consciousness eða, þú veist, Ég er að tala um þetta samspila, þessi vél, þessi heili, sé bara samstiltur og er að vinna bara max capacity optimal saman. Já. Þannig að ég sé í rauninni bara að ná bara hámarksgetu sem manneskja. Já. Það er bara þessi vitund, að ná þessu heilbriða vitundar ástand. Já, ég get ekki, mér langar ekki að taka stórt upp með því að bara, þú veist, hvort að mantran sé besta, það sem að við erum svolítið að miða að með mörgum af þessum heilunar aðferðum, hvort sem það er, þú veist, kyrja eða trommusláttur eða dansa ýmislegt svoleiðis. Það er einmitt, ryþmi hefur alveg gífurlega mikið að segja, örvar heilastofnin og einmitt gerir ofboðslega mikið, við erum gerð úr takti í rauninni. Við sjáum það til dæmis að það skiptir ekki máli hvar í heiminum eða á hvaða tímum, við höfum notað trommusláttin sem þetta verkfæri og það er líka að það skiptir ekki máli hvar og á hvaða tíma ef við erum með unga barn sem þeir eru búin að tjekka því er ekki heitt, því er ekki kalt, það er búið að skipta því er ekki svangt, það er samt heldur að áfram að væla
þá alltaf nákvæmlega það sama, foreldrar gera alltaf það sama, þau hossa því í nákvæmlega 60 slög á mínútu sem meðal hjartslátturinn. Þannig að þetta hérna hjartslátturinn, sko hjartsláttur móðurinnar fyrsta tungumálið þetta í rauninni. Þannig að þetta hefur gífurlega heilandi áhrif, jú. Þú veist, það margar af þessum aðferðum líka hafa mikið að segja með þetta svo kallar flow state, hafið þið heyrt flow state? Þá erum við komin inn á hitt, ég tala default mode network áðan sem er svona fortíð og framtíð, svo erum við með annað network sem heitir task positive network og það einu bara núið. Skiptir bara fortíðin og framtíðin skiptir engum máli. Þetta eitthvað ástand sem við getum verið í. Já, það bara gleymum við tíma og stað og erum einhvern veginn algjörlega í flæðinu. Núvitund bara? Já, í rauninni. Það núvitund eitt af bestu verkfærinu til þess að þjálfa upp þetta networka mitt. Ættu að vera það alltaf? Nei. Ekki alltaf. Þá gætir aldrei skipulagt daginn. Þú veist, við viljum hafa default mode network. Við viljum geta fungerað, sko. Er það ástandið sem þú kalla fram í þessum sláttutímum? Já, hvað eru þess að trumpet? Já, því að ég var ekki búin að kynna með þetta jafnvel og þú með trómuna, sláttin. Það væri gaman að heyra hvað það Já, það bara basically sko, það þessi bilateral stimulation sem við erum að nota svolítið í EMDR. Við fáum hann til dæmis með trómislætti og við fáum hann með að hlaupa og ganga, allt sem að svona taktfast akkurat svona sitt born helmingin og líkamannum. Þetta ekki verið Tetris? Tetris actually hefur sýnt sig að það núvitunda mig, sko. Já, og það actually rannsóknir á því, með íslenska rannsóknir í gangi, að það spila Tetris í 20 mínútur eftir að hafa lent í erfiðum hlutum minkar líkur áfallastreita alveg gífulega mikið. Ég ger þetta heima. Ég spila enga tölu, ég kann ekki svona Facebook, en ef ég mjög þreyttur og í svona smá zombies mode eftir daginn, þá spila ég Tetris og það bara það getur burt allt. Nice. Gekkja, ég hlakka til að tala með þetta í kvöldi ekki með Tetris. En hvernig eru þið að vinna með þetta? Veist, kemur fólk til þín og ertu þá með bara bongodrommur eða hvað? Já, þetta bara gekkja stuð. Já, basically bara við komum og svo kjörnum okkur aðeins saman, endum saman og svo bara byrjum við að tromma og trommum saman. Fólk hreyfir sér taktfast bara við. Já, og þetta einu bara, þú veist, að leyfa sér að leika af fingrum fram í hópi fólks. Þú ert bæði að fá taktin og svo ertu líka að fá hennar sköpunarkrafta því að þú mátt bara gera hvað sem er. Hreyfa þig. Já, og þú færið þetta, sko, þessa samstilling á milli heila. Við myndum til dæmis setja heilinur þetta á fólk sem að til dæmis allir að hlusta sama fyrirlesturinn, þá myndir sjá og svipar heilabylgjur og allir að syngja saman, það gífurlega heilandi að syngja saman og þetta getur líka fengið með trommunum að einhvern veginn að vera að skapa eitthvað saman. Það alveg ofboðslega heilandi og þetta bara það sem við þurfum svolítið á að halda. Það að samstilla okkur við önnur tegakeri. Við sjáum það bara ef að manneskjur eru í góðum takti saman. Það svo, og þetta reyndar, það er fræðasvið sem heitir interpersonal neurobiology, það sem einmitt tala þetta, þess að sko attunement á milli manneskja, samstillingu og það rauninni kannski á vissan átt, það ekki kannski bara áföll sem að, þú veist, áföll sem slík. Hvað eru áföll? Mikið af þessi bara það að við áttum kannski bara fínastu foreldra en það var aldrei, við náðum ekki takti við þau, skiljið. Og þið finnið alveg, þeir eru með góðum vinnum með eitthvað, þið byrja að ganga í takt og þið byrja, þú veist, það þessi takt, við erum alltaf að leitast eftir þessum takt í öllum samskiptum. Þetta er mjög áhugavert. Já, mjög. Þannig að þetta góða ræfinga fyrir foreldra og börn að gera og annað upp á. Já, foreldra börn að gera svona takt og leika saman, það er náttúrulega alveg bara ótrúlega tengsla myndandi. En fer þetta að smita þá út í lífið hjá fólki? Segjum að við séum að fara að iðka hérna eitthvað trommur eða við erum að koma okkur inn í svona taktfasta iðkun. Og ef við gerum nóga mikið af þessu, er þetta þá eitthvað sem að fer svo að færast bara út í líf okkar? Já, það er bara eins og það er ákveðin rútína bara að fara í vinnuna mótnana klukkan eitthvað ákveðum, að gera eitthvað ákveðu, smýra nesti fyrir börnin og fara í vinnuna klukkan þetta og fara í sjóun klukkan þetta og fara í ræktina klukkan þetta. Þetta er allt bara svona einhvern veginn takt og rútína. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara eins og með annað sem þú gerir þér til ánægju og gleðiauka, þá auðvitað smittar það alltaf út í lífið á vissan hátt. Því erum við ekki oft, sko, ef við erum veik hérna út í lífinu, erum við ekki bara svona frekar taktlaus. Og er það ekki bara svona ákveðu stjórnleysi? Við erum bara einhvern veginn pingponga, bara einhvern veginn út allt og einhvern veginn erum ekki með ásetning og
Já, og rútínu. Já, það er fræðmenn sem heitir Daniel Siegel og hann vil tala svona, hvað kallar hann þetta, river of eitthvað, en allavega þá er hann að tala sko hvernig geðraskanir í rauninni, hvað essensin í geðraskunum og hann segir þú ert með á í miðjunni og þar ertu sko með bæði struktúr og flæði ef þú ferð of mikið út á annan hvorn endan, þú ert of ósveigjanleikur, það oft það sem er í geðraskunum, það ofbærslegur ósveigjanleik, við komumst ekki út úr einhverjum hugsunarferlum eða eitthvað svoleiðis, eða þá við erum hinum megin, það of mikið kaos og jafnvel á báðum stöðum við erum ósveigjanleg sumstaðar en með kaos heimstaðar, engan struktúr það þannig að já, ég veit ekki alveg hvert ég var að fara með það ég man ekki hver spurningi var Nei, en þetta er svona svolítið eins og við vorum að tala áðan að vera alveg bara svona föst í efnishygginu sko eða vera svo í hinum einn, það sem að kannski er meiri svona pláss fyrir sköpun og annað Veist, einhvern veginn að ná að samin þetta tvent í þetta eina fljót ef maður segja sko akkurat, þá skapast svona eitthvað svona áreynslulaust flæði og maður getur ferð að sinna hversteginum og skildunum sínum á þess að það sé bara eitthvað geðið vesen alltaf akkurat þá fyrir að geta að dreigja einhvern veginn mörk og sett mörk og verið svona í heilbrigðum samskiptum út af við og Já, það er náttúrulega oft bara alveg gífileg vinna að komast á þann stað ef maður hefur einhvern veginn búin að vera með einhverja sögu hérna að einhvern veginn hafi ekki lært eða ekki mátt setja mörk það er alveg gífileg vinna sko en já, það er alveg En ég tengi rosalega við þetta því að sko hversdagurinn, nú veit ég ekki hvernig þú upplifir þetta, þú meira kannski svona hektist út í lífinu, út allt bara eitthvað, gleymt að borða það og ekki búin að borða sinni gær og eitthvað en rútína skiptir mér rosalega miklu máli gera það við flesta og vera einhvern veginn svona taktfastur í hvenær ég fer á fætur og hvernig ég fer á fætur og það er svona ákveðin athöfn fara út í daginn og fara úr vökunni yfir í svefnin og allt þetta skiptir mig gríðarlega miklu máli sko. Þarna upplifi ég stjórn í lífið mínu og það er áhugavert að nota þetta orð athöfn en það er einmitt þetta sko athafnir að hafa athafnir, að hafa ritual inn í deginu sínum, þetta skiptir okkur gífilega máli og þetta er einmitt aftur eitthvað sem við erum búin að vera að gera síðan bara frá örófi alda, þá erum við þetta er eitt af því sem aðgreinir okkur frá öðrum dýrum, það eru einhvers konar svona rituals og athafnir og þannig að við erum öll með einhvers konar ritual í lífin okkar, það er bara spurning það eru þessi ritual, eru þau að hjálpa okkur eða eru þau ekki að hjálpa okkur Veistu ykkur, ég lendi í morgun Hverju? Ég var að fara að setjast við eldhúsborðið hérna hjá mér klukkan sko 6:45 og það þýðir að ég er með 25 mínútur þangað til ég þarf að vekja stelpuna með blaðið, tölvuna konan einhvers staðar í jóga út í bæ en ég var einn og ég er með cappuccinobolla minn með möndlumjólkinni minni búin að flóa á allt og ég er að fara að setjast niður í þessa athöfn og ég missi kaffibollan yfir allt það var bara cappuccino, bara heill bolli það var ekki dropi eftir í honum það var bara kaffi út allt, bara blaðið, gólfið, eldhúsinningin og þetta var svona skvett það skvettist bara yfir í stofuna og þetta var bara tómt þessin þetta var bara svona, ég lendi, þetta er svona lendi í árekstri ég bara svona, fuck, katastrófa en hérna, ég held að sé kannski mögulega CBD-ið pollrólur Jæja, nice ég var bara svona ég fór bara strax í það að fylgjast með hvernig líkaminn minn var að bregðast við ég spenntist ekki upp nice. Og það var klikkastöf og bara þrífa bam og svo bara gerði ég nýjan kaffi og ég náði 5 mínútum velgerð þetta er einmitt að ég var að fara að spurja þig með þetta með þessar athafnir ég skilur verið menn athafna og kollegar og makar og annað en þurfum við ekki að læra sem athafna menn og konur að láta ekki einhverja skerðingu eða einhverja uppákomu skemma vera með buffer daginn skilu að höndla það að athafnir og dagurum fer ekki alltaf eins og hann á að fara skilu jú. Það er rosa algengt það er algeng orsök vanlíðan að athafnir fara úr skorðum þó það séu svo smávægilega ákveðskiptunum þetta ekki líka þjálfun sem við þurfum að fara í
Þetta náttúrulega þessi ósveigjanleiki oft í hugsun, einhvern veginn að komast fram hjá hindrunni sem koma. En það er þetta er hugtæk sem heitir tilfinningastjórnun sem að kannski ásvaldi við þetta, bara hversu mikið eða lítið þarf til þess að koma þér í uppnám, og það er sko að stóru leiti ákvarðað bara mjög snemma á þinn lífslið. Já, það er misjafnt bara eftir fólki. Já, eru við fætt með það? Nei, það eru svona fyrstu 2 árin sem að hafa kannski hvað mest að segja varandi tilfinningastjórnun. En við getum breytt þessu, gerir ég það fyrir? Já, svo getur einmitt, þá erum við einmitt, eins og við erum alltaf að gera í sálfræðinni, þá erum við erum alltaf að í rauninni díla við líffræði, og það er þessi græna gula rauðasvæði, þannig að nákvæmlega eins og ef að þú myndir kannski hafa æft sund alla ævi, alla barneskuna, alla uppvöxtin, þá værir þú með betri lungu heldur en meðal maðurinn í dag, jafnvel þú værir ekki að æfa sund í dag. Og það er eins með kvíðakerfin okkar, og þannig ef að kvíðakerfin er að virkjast aftur og aftur og aftur og aftur í barnesku, þá ert þú með hansi gott kvíðakerfi í dag, og kannski vantar svolítið upp á að æfa grænasvæði, þannig að þetta í svona kjarni málsins er það, æfa upp græna, æfa niður þessi gulu og rauðu. En eins og psykopatar og svoleiðis, geta þeir þjálfað tilfinningalífið og annað á rétta staði? Nei, þeir að því við tölum að vera fætt með eitthvað að vinna eitthvað upp, sko. Já, sko psykopati og sociopati, það er svolítið grátt hvort að þetta sé sama eða ekki. Stundum við tala að psykopati sé meðfætt á meðan að sociopati sé sko uppeldisleg, og ég ætla bara ekki að beinlýs að taka afstöð til þess. En við vitum það að fólk sem er með psykopati, það er eins og kvíðakerfin sé bara ekki tengd, sko. Það er ekkert, ég var einmitt að horfa Requiem for a Dream daginn, muni eftir henni. Já, það var að fara að sjá hann aftur. Loka atriði þegar það er verið að stuða konuna, sko. Það virkar ekkert, þessar aðferðir, það geta ekkert virkað upp á að tjúna til taugakerfið, bara til dæmis, skilur við. Því þú talar að það sé ekki, það er bara stopp, skilur, það er ekkert að vinna í taugakerfinu eða breyta þessu hana. Nei, sko, það er það sem er með psykopati, og það er að kvíðakerfinu, það er lítið líffæri sem myndir mandlan sem að svolítið er svona alarmbell hjá þér, en hún fer ekkert mikið af stað hjá þessu fólki, sko. En þú veist, bara á myndum, já, það er hægt að sjá þetta heilmynd. En þú veist, raflásmeðferð er svo, það er allt annað, það er notað við þunglindi, þannig að það er allt annað, sko, psykopati þáttur sko gerst neitt samkennd, en þú getur verið með þunglindi en verið með mjög miklu samkennd, sko. Hvað heldur með Vladimir Putin? Heldur hann sé í ruglunni? Já, þessi maður er náttúrulega situr hérna einangraður í Fílabeinsturnin sin. Ég var nú að lesa einhverja fréttir það að hann væri bara að þjásta mikill aðsóknarkennd, paranoia, og ég menna það sér það náttúrulega hver heilvita maður, og það er ekkert allt í lagi þar hjá þessum manni, sko. En ég náttúrulega má ekki greina fólk sem ég er ekki með Nei, hann er aldrei komað til þín, en hann greinlega með mikinn sannfæringarkraft, þessi maður. Já, þetta er náttúrulega bara hann lítur að geisla á honum bara einhver orku prönu alda. Já, minna. En ég hef aldrei hitt hann, ég hef aldrei komið til Útlands. Nei, ok. Nei, já, ég heyrði vola áhugaverða sögum hvernig hann hefði komist til valda, og ég man nú ekki hver það var sem var á undan honum. En já, einmitt. Og sko, ég selði það svo sem ekki dýra hann keypti, en ég heyrði það hann hefði sest inn í eitthvað herbyggi með honum, Putin og Jeltsin, og eftir hennan fund, það sem voru 2 í herbyggi, þá Jeltsin bara farið rakleiðis, sagt af sér og sett Putin hann sagði upp í hádeginu á gamlársdag. Jeltsin var bara alki, sko. Eitthvað hefur hann hlýtur nú að hafa haft eitthvað á hann bara. Það gæti verið, sko. Það sem veit aldrei hvað gerist á bakið með þeir, sko. Svo er þetta afrækstur ára, sko, tuga, þetta er og aðra annar líka. En í þessu samvík, það er mjög skemmtilegt hlaðvarp með Veru Illega sem ég var að hlusta á núna daginn, sem að fór yfir þessa sögu með Putin. Herðu, ok. Já, þetta var útúrdúr. Þetta var smá útúrdúr. Þetta var ekki handritinu. Herðu, Heilshugar, þið bjóðið upp alls konar.
og en þið eru meðal annars það að bjóða upp á svo kvöldu stuðningsnámskeið fyrir ferðalanga. Já. Og við erum ekki að tala um fólk sem eitthvað að fara á gönguskíðum yfir Vatnajökul eða eitthvað upp á hálendi. Hvaða ferðalangar eru við að tala um og hvert eru þeir að fara? Já, þetta eru sem sagt námskeið fyrir fólk sem að ætlar sér að taka hugvíkandi lyf. Og sko hugvíkjandi lyf eru ólögleg á Íslandi en staðan nú samt sem áður svo að það er ákveðin svona hugvíkjandi bylgja eða í gangi og mikil og það er ofboðslega aðsókn í þetta og það er kannski ekkert skrítið af þessu leiti vegna þess að rannsóknar á þessum efnum lofa ofboðslega góðu og geðlæknisfræðin hefur ekki orðið alvöru framfarir í 50 ár. Þannig að það vantar ofboðslega mikið, það er bara ofboðslega þörf, þannig að maður skilur það bara rosalega mikið að fólk sem að líður ofboðslega illa og er í þjáningu, það heyrir af einhverju sem að virðist vera að gefa góða raun, auðvitað, það er svo skiljanlegt að fólk vilji athuga hvort þetta geti hjálpað sér. Málið er með hugvíkjandi-lyf og það er alveg sagt að rannsóknir lofa rosalega góðu. Þetta eru ofboðslega beitt verkfæri og með því meina ég að þau eru ofboðslega öflug, þau geta gert ofboðslega mikið gott en þau geta líka gert með öll beitt verkfæri, þú þarft að passa þig að skera þig ekki á þeim. Þannig að og náttúrulega meðan þetta er ekki í neinni regluvæðingu hér á landi þá mega heilbrigðisstarfsmenn ekki koma nálægt þessu en það sem að við megum er að við megum halda utan fólk á undan og eftir. Við megum ekki koma nálægt efnunum sjálfum þannig að í þessi námskeið ég vísa ekki í meðferð, ég skipti mér ekki að því hvert fólk er að fara. Þetta er einstaklingsbundin námskeið, gerir ráð fyrir. Einstaklingsbundin? Já, altså færðu til þín einstakling eða er þetta í hóp? Þetta eru hópnámskeið en fólk náttúrulega bara skráir sig á einstaklingsbasis. Hvernig getur þú gengið úr skuggum að svo sem tekur þau í ferðalagið eða þarna efnaseremonían að hún sé undir handleiðslu einhver sem ábyrgs aðila eða... Ég get það ekki. Hún getur ekki? Ég get það ekki. Ég skil þú ert fyrir og eftir sko en leitar fólk til þín sko, þú vilt fá það fyrir og þá kemur þín vill fara fyrir en hvaða samtala á sér stað þarna áður skilur til þess að kannski gangu skuggum að þetta fari ekki allt um böndum. Sko það sem að ég get einmitt gert með því að taka fólk einmitt á svona námskeið, þá get ég gefið þeim þá vitneskju sem að ég hef bara hvernig er gott hvað er gott að hafa í huga ef þeir eru að fara í svona, hver eru kostunir og gallanir, ekki bara þú veist að því að nú er rosalega mikið talað um ávinningin, hvar eru líka áhættunir af þessu og hver eru áhættunir, bara sem dæmi? Það er, sko, það er náttúrulega, sko, ef þetta er ekki gert á réttan hátt, þá, það er óbærslega mikið, sko, ég veit ekki hvernig þetta er hérna hér á landi, ég held að þetta sé nú ekki þannig hér á landi, aðeins að ég svo sem vita að ég hef ekkert rosalega mikið, ég svolítið haldið mig frá þessari psychedelic senu sem er á Íslandi, bara vegna þess að mestu leyti sko en ég held að það sé nú bara upp til hópa voðalega gott fólk sem er að gera þetta hérna en að mörgum stöðum úti þá er alveg rampant misnotkun sko á fólki í þessu því fólk sko allar varnirnar þínar liggja niðri þannig að það er svo auðvelt að misnota sér þá aðstöð og það er með kynferðislega þá eða til dæmis kynferðislega bara og sko og með þessi hugvíkjandi lyf þau eru stórkostleg þau geta gert stórkostleg hluti og það er ákveðin típa af fólki sem að leitar oft í það að vera manneskjan sem gerir stórkostleg hluti við fólk þannig að við erum að sjá alls konar svona Jesus complex já einmitt þannig að það þarf alveg að passa og nú er ég bara að tala sko út í heimi og Ég heyri það í Los Angeles sko það eru haldnar 500 svona bara ayahuasca seremoníur bara á hverja einustu helgi. Sæll. Þú veist bara í LA sko eða á því svæði. Já og svo er það líka það að sko ef að fólk er að fara þú
ef þú ert ekki með undirbúning og eftirmeðferð þá ertu bara að fara að trippa Já, þú veist ekkert hvað þú fara inn í skilur. Já, ég meina að þú veist að stórkostleg reynsla hún getur skilið lítið eftir sig og þú hefur enga stað að setja hana á og melda hana á eftir á og þú kannski ferði svona reynslu og hvað ætlar þú svo að gera með hana þú fer nú alltaf hérna að tala við vinnufélagina yfir kaffibóllanum á manndag, hvað gerir þú helgina? Já, ég hitti Guð, þú veist, ég meina hvað ætlar að gera við hana? Og líka bara hvernig, þú veist, þau Ég hef með lent í svona kaffistofu spjöllum sko, við fólk sem er kannski á mánundegi nýkomið úr einhverjum svona seremónium og það einmitt bara, mér finnst að sitja svolítið aðleint með reynsluna. Einmitt. Og eitthvað að reyna að fá þetta út með venjulegu fólki og ég kannski maður í að taka þessa samræður sko en þú veist, ég kannski bara 1 af 10 sko því fólk bara þetta mætir svo miklum fordómum gera það sko og hérna og það nú það og það líka ekki bara þetta aspekt að þú hefur þörf fyrir að tala þetta við einhvern sem að hefur gengið í gegnum það sama þegar það er útbúin og með því að hafa þetta í hóp þá færðu líka þessi sko heilnir áhrif sem að koma úr hópnum og það má ekki gleyma því að sko þar sem að það er verið að nota þessi hugvíkjandi lyf í 1000 ára en þetta er alltaf notað í því samhengi að þetta er notað í mjög strúktúröru umhverfi með manneskju sem að hefur mikla reynslu og þekkingu til þess að halda utan svona seremóníur og þetta er haldið í sko ættbólkum sem að þekkjast nú þegar og vinna úr reynslunum nú þegar. Þannig að núna á Vesturlöndum þá er fólk að fara í þetta, kannski flýgur til Ekvador og hérna á alveg æðislega viku með ókunnu fólki, fer svo aftur heim og það er algjörlega opið. Það er kannski búið að sjá hvaða þarf að vinna í en svo kemur það aftur heim í sama umhverfi, sama fólki, sömu tryggararnir og það getur verið alveg gífulega erfitt. Þú getur húrra bara niður vegna þess að hvað átt að gera og þú ert meðvitaður allt. En hvernig ætlar að vinna úr því og þarna kemur þessi eftirmeðferð inn í stuðningur og eftirmeðferð eftir á. Ég heyra á þér að þér finnst þetta að vera mjög mikilvægt starf en hvernig hvað var það sem fekk þig til að fara inn í þetta til dæmis? Já. Sástu þörfina eða sko þetta er náttúrulega frambúð eftirspurn sko eða markaðurinn býður eitthvað Já, ég er búin að hafa áhuga á þessum efnum í nokkur ár og hef bara farið í gegnum svona reynslu sjálf og ég bara verða að segja það alveg eins og er að ég hugsa mitt líf sem fyrir og eftir hugvíkandi af því að þetta hafi svo mikil áhrif á mig þannig að þú veist, ég er alveg á þeirri línu að þetta séu mjög góð verkfæri ef þau eru notuð rétt já, ég sé það líka þetta býnur eins og kjarnorkusprengja heilnaður til góðs eða íls þannig að það þarf að já, ég sá þörfina og hérna búin að vera að nördast í þessu, lesa og alls konar. En er þörf á að vera að fara og fara í reynslu og fyrir með fyrir eftir með, er þörf að fara aftur og aftur eða er þetta once in a lifetime eða einu svona ári? Mér finnst margir vera að fara bara eitthvað vola oft. Já, en svo hitti ég annað fólk sko, sem að bara hitti algaðum daginn sem var búin að óverkur í mörg ári, var búin að vera að spóla rosa mikið í sama farinu. Og hann gjör breyttist út frá einu fulldós á psilocybin og svo fór hann í einhverja ayahuasca-seremoníu og ég er ekki að tala um sama mann og þetta mæti miklu fordómum inn í og annað veit ég inn í þessu edrú samfélagi og því þetta er litið ofta á þetta sem eitthvað svona gateway yfir í frekari neyslu og svo leiðis en ég spyr hann hennan tiltekna mann veist, hvað núna, ætlar að fara aftur eða meira, hvað tekur við og hann bara, nei bara sagði það bara hreinlega, þetta er bara komið, ég er þarna. Já, það er quote sem er óbúslega mikið vitnað í sem er when you get a message, hang up the phone. Og sko ef að fólk er að fara aftur og aftur í þessar seremoníur þá hef ég það svolítið á tilfinningunum fólk sé ekki að vinna vinnuna af því að sko þessi lyf þau eru ekki töfralyf, þau geta sýnt þér hvað þú þarft að vinna en svo þarftu, svo byrja ferðlega, svo þarftu að fara að vinna í hversu oft þarftu að fara? Nákvæmlega
það nefnilega nákvæmlega máli ef þú ert ekki að vinna vinnuna á milli og gera það breytingar á lífiðinu sem að þér sýnt og þú þarft að gera þá þetta fara að vera svona kannski ég fæ svona tilfinninguna að það sé svolítið spiritual bypassing í gangi þarna sko. Já, einmitt. Heyrðu, ok, en eittina var, sko, þú farið hópinn til þín í vinnuna fyrir tripp eða ferðalag. Er hópurinn þá að fara saman því þú svo þetta fara að hitta þau ykkur group session eftir á það þýðir að þau hafa öll þurft að fara saman á sama tíma í ferðalagið sko ef að þetta væri regluvætt þá væri hægt að hafa það þannig en bara meðan þetta er ekki regluvætt og meðan að ég má ekki koma nálægt efninum á nokkurn einsta hátt og ég má ekki einu sinni sko ég má ekkert segja á í þessum rauninni vettvangi og held mig mjög strangt við það því að sko ég er með löggildingu sem sálfræðingur og ég er að tala opinberlega þessi efni þannig að ég þarf að hafa allt mitt á hreinu þannig að það er alveg á hreinu ég kem ekki nálægt þessu þannig ég get ekki skipulagt það er einmitt ein spurning hérna sko hversu langt máttu eða getur gengið sem er einn akademikar á þess að missa trúveruleikan gagnvart kollegum mögulega og eða starfsleyfi sko, er þetta ekki ógeðslega eldfimt í þinni stétt? Sko já og nei þetta var aðeins eldfimur fyrir nokkur maður, þetta er ógeðslega fyndið vegna þess að þetta er ekki langur tími síðan sko nei ég veit það og þú veist út í heimi þá eru sko þetta eru virtustu háskólarnir sem eru og það eru svo virk fagfélög út allt á Norðurlöndunum og allstaðar hérna er þetta búið að vera svona það er óbærslega hræðsla við þetta hérna í Íslandi en það er mikill áhugi ég finn það alveg að það er fólk sem kemur til mín kannski meira í einrúmi eða í message á Facebook og finnst þetta spennandi en sko til þess að svara hversu langt ég má ganga ég þarf að halda mér að ramma lagana og ég þarf að halda mér að ramma siðaregluna og það er einmitt þetta með þú veist ég get komið að því sem að gerist á undan ég get komið að því sem gerist á eftir en allt sem hefur með efnin sjálf að gera það er bara loku bók fyrir mig Það er svo skemmtilegt tengingi sem kom inn á einhverju þættum daginn til W og hans ferðalag sko, sem að ég hafði aldrei heyrt Nei, þetta var 12-15 ára tímabil það sem hann experimenteraði bara mjög reglulega með LSD sko. Vildi hafa þetta með í samtökunum það er nú gaman að ég að segja það er verið að fara að stofna Psychedelics in Recovery sem er svona 12 hópi fyrir fólk hérna á Íslandi? Já 12 hópi fyrir fólk sem er að nota hugvíkandi þetta er í bígerð því sko fólk inn í 12 samtökum eða eins og í AA og annað það eru megin þorri þessara einstaklinga vilja ekki heyra þessa sögur sko. Akkurat. Það er mikið tabú þarna sko. Þannig að þá er gott að fólki sem að vill actually vera þarna fái stað fyrir sig en ég heyri þess út að segja það er gríðarlega nauðsyn að það sé undirbúningur og svo ferðin í ferðalagi þá hef ég heyrt að hefur auðvitað með aðstæður þinn ásetning og svo aðalann sem heldur utanum og magn á efnum hvernig velur og svo er það úrvinnslan sem að þú býður upp á því þetta er brjálæðislega þetta þarf að vera brjálæðislega njörfað og clear cut sko Þetta þarf að vera velgerð, það þarf að vanda vel til verka. Hvernig vita þessir sjamanar eða leiðbeinendur hvaða efni á að nota, hversu mikið á að nota, hvað virka fyrir hvern? Ég kem þarna inn, bara 3 grömm af meskalín eða hvað sem það er, skilur, hvernig geta þér? Ég er nefnilega búin að gera lista hérna, sko, með hugvíkandi efni og það er, ég tel upp, það er semst LSD, meskalín sem við ofta kalla peyote eða kaktus og svo er ayahuasca sem er semst DMT og hvort það sé eitthvað eitt annað virt hugvíkandi efni í ayahuascanu líka en DMT annarkot í ayahuascanu eða þú getur nefnilega búið til að reykta og svo er psilocybin, það eru sveppirnir sem er mjög vinsalegir sérstaklega hérna heima ketamin, mannstu þetta er hérna tantriska sexgúrúnum hann var hættur öllu nema bara ekki ketaminið, þá laðist hann í móðukvið mannstu ekki, hann bara fór í einhvern ketamin móðukvið og MDMA sem að, veist, í bara út frá minni reynslu var bara hétt að droppa henni gamla daginn er allt í núrið mjög spirituált sko, gaman frá því að segja varandi MDMA að það var notað í parameðferð í mörg ára áður en þetta var bannað og þegar þetta var bannað þá
já, bara í parameðferð með fólki að því þú færir svo mikla samkennd með sjálfur öðrum og allt í því fyrir að skilja hvað maður að tala bara, ok, nú fattar ég hvað það er en allavega, þegar þetta var bannað 1985, þetta var sko 5 dómara panel og það voru allir sammála það að jú, við ætlum að banna þetta til sko recreational use en við ætlum að leyfa þetta áfram í meðferðartilgangi en það var 1 dómari sem beitti neitunarvaldi og þess vegna höfum við ekki geta fengið þetta með aðganga þessu efni í meðferð síðan, fyrir vonandi núna bráðum. Já, en núna erum við að sjá bara hversu effektíft í rauninni þetta efni er. Við veitum nota á réttan hátt, já. En hvernig veistu hvað efni og hversu mikið? Það er einmitt mál, hvernig veistu? Hvernig brennur á mér? Þú kannski getur ekki svaraði nákvæmlega, skilja, en ég meina, sérstaklega þess þá heldur ef það er bara einhver við erum að fá eitt sjaman hérna til okkar það er að koma hérna til okkur sjaman í næstu eða þannig viku og hann er bara þar veist, ég get bara hringt í hann og hann getur bara sagt veist, ég get spurt hann á að taka LSD, meskalin, DMT, psilocybin, ketamin, MDMA eða eitthvað puff eða huff eða hvað það heitir allt og hann segist bara geta svara því bara hvað þú átt að taka og í hvaða magna er það bara frá blóðflokk eða skilur ég veit ekki þetta er náttúrulega sko, oft er það þannig að sjamanir er að vinna með einhver 1 eða 2 efni þannig er svona traditionally er það gert þannig en svo hérna Vesturlandi þá er fólk kannski meira í eitthvað svona einhver svona bland í póka og þá erum við komin aðeins í sko út úr þessum 1000 ára notkun sem að það sem að sjamanum virkilega þekkir sitt efni og vinnur með sitt efni þetta er bara sambýli við þann anda sem býr í efninu í rauninni menn hérna er þetta kannski meira já, þú þarft þetta að hitta og þá er það kannski fólk get ég ímyndum mér, fólk þekkir efnin vel og hérna fólk svona veit hvað var, veist, meskalín og svo Suður-Ameríka var þá kannski eitthvað ayahuasca og þetta svona, eftir svona eitthvað ákveðnum svæðum og bara mörg þúsund ára reynsla og já, í mörgum tilvikum bara einmitt og síðan komum við að hérna, við erum að nota þessi efni í rauninni allt öðrum tilgangi heldur en að þau voru notið hérna áður fyrir þess að íbóka, já, hafið heyrt íbóka Er þetta ekki svolítið tengt þessum ayahuasca seremóni sko, íbóka er einmitt, þetta er líka hugvíkjandi að þetta er reyndar Þetta blásir við nös eða? Nei þú ert að tala hérna rapé held ég já rapé, já en sko íbóka þetta er efni sem að þetta er ekki hallucinogen heldur heitir þetta ornithen eitthvað svoleiðis þetta er sem sagt þetta gefur þér þetta eigur remsvefnir þetta er svona remsvefn inducing efni sem er búið að vera að nota í Afríku bara í sko 1000 ára í ákveðnum svona seremónium ættbálkaseremónium og svo erum við hérna á Vesturlöndum allt í bara uppgötuð við þetta er alveg frábært við ópíóðufíkn þannig að nú er verið að nota þetta rosalega mikið við ópíóðufíkn þannig að við erum að nota efni og það er í rauninni sama með ayahuasca eða bara öll þessi efni þetta er náttúrulega nota sem sakramenti hjá þessum þjóðum sem að í rauninni eiga þar sem það á rætur að reykja til þetta er nota til þess að hrista saman hópinn á tengingu við sjálf sig við Guð, við æðri máttavöld náttúruna, eiga þetta samtal við hina vítina Ég heyrði með ayahuasca að sko upprunalega hefðin þannig í Suður-Ameríku er ekki svo að þú kemur sem sjúklingur til þorpslæknisins og hann eitthvað bara hendriði staupi heldur kemur inn til hans og það er ákveðin heila á staðu sem þið sitjið á presturinn eða læknirinn, hann drekkur hann fer í ástand og tengingu og fer svo bara að þylja upp bara eitthvað kvæði eða eitthvað möndru eða eitthvað til þín og þú sem að tekur á móti þessu söngli og það er söngurinn sem heilar þig og svo koma Vesturlandabúar og við viljum bara eitthvað fá sjálf og ekki nóg með það, við viljum fá booster Þú viltu booster? Já, ég vil booster heil helgi Já, það er í mörgum hefðum þannig að það er bara sjaman sem drekkur sko. Þetta er náttúrulega sko Suður-Ameríku stór og það er margar hefðir Einmitt margir En þú ert ekki undir neinum kringustæðum að ráðleggja fólki taka þetta í staðis að taka þetta eða Nei það er bara alveg clear Nei, ég bara mæli ekki með þessu þegar ég sit í stólnum mínum sko. Já, bara, ég nefni þetta ekki á nafn meðan að ég er í sálfræðingslutum ekki nefnir ég sé spurð og þá vil ég alveg að samtali það eins og hér mér finnst bara fínt að ræða þessa hluti og hérna en ég myndi aldrei nokkuð tíman að fyrir bræði mæla með þessu við nokkuð mann og sérstaklega ekki skjólstæðing vegna þess að þetta er eitthvað sem fólk verður bara að vera að kalla til sjálft En þessi efni fyrir ekki já, hérna
hvaðan eru þau til komin? Er þetta bara allt komið frá einhverju burðardýrum frá Amsterdam og svoleiðis, skilur? Það finnst mér... Nú veit ég ekki. Nei, þetta finnst mér svona fylgir, svo þetta ekki regluvætt og annað, sko. Já. Þannig að, Sko, það er hægt að hreinsa sum efni og svo eru sum efni náttúrulega sílósípin sveppur. Já, það eru bara hérna. Já, umfröðinni. Já. Já. En þarna er ég komin út fyrir það sem ég veit, sko. Og hvernig veistu hana þú veist, hvernig veitum við eins og hérna MDMA eru kristallar það ekki, hvernig veistu að efni sem að fararstjórinn með ekki mengað efni til dæmis? Þú veist það ekki. Þú veist það ekki, nema að koma með það sjálfur sért búin að hreinsa það sjálfur sem er hægt. Með víðu vatni þá? Nei, það er einhverja procedures til þess. Ok. Þetta er náttúrulega bara mikilvæg hluti út frá þessu regluvæðingun og annað, skilur. Geta gengið út frá því að efnis út að nota séu ekki. Já, en ef við erum að tala svona regluvæðingu, sko, já, kannski árinni fer í það, og kannski spyrja þú út í, heldur þú að þú eigir eftir að vera eftir einhver ár í aðstöðu þar sem þú getur farið meira inn á að ráðleggja fólki með efni og okkur ákveðna mögulega viðurkennda staði? Sko, það er náttúrulega vonin að þetta verði regluvætt. Áttu von á því? Engu tíma náttúrulega. Ég held að það er sko, það er verið að tala 4-5 ár. Já, það er verið að afgleipa þetta á rosalega mörgum stöðum í heiminum, þannig að ég held að þetta og sko, þegar þetta er gert á réttan hátt, þá er þetta sko, er að gefa svo miklu meira heldur en þetta er að taka. Og þannig að ég hef nú þá trúa að með fleiri rannsóknum og fleiri lagabreytingum út í heimi að þá verði Ísland að fylgja með. Já, kallar það ekki á okkur þvílíka róttæka hugarfarsbreytingu? Hún er náttúrulega svolítið að gerast. Fólk er að átta sig á því að náttúrulega, sko, ef við tökum bara vímefni yfir höfuð, þá getur hort á bara hvernig þessi bönn koma til og þegar kemur að þessum hugvíkandi, þá er mikill hluti af því af hverju þau voru bönnu, bara hreinlega það að það var stór hópi fólks, ungs fólks, sem að neita að berjast í Víetnamstríðinu. Það er bara svoleiðis. Já. Þessi alki sem ég nefndi hann áðan sem að fór í þessar seremoníur, hann var búinn að vera að taka þunglyndislyf eða þessi svoköldu heitir ekki SSRI-lyf 20 ár. Já. Og hann læknaðist. Hann hefur ekki þurft að taka það aftur. Allt, hann fór út að hlaupa, hann fór út að hugleiða, hann fór að borða rétt, hann bara gerðist eitthvað við hann. Guð kom inn og bara endurprógrammeraði taugakerfið. Hann læknaðist. Og það er einmitt þetta, sko. Eru hagsmunaöflin ekki svo stór? Ég meina, vilja lyfjafyrirtækin lækna geðsjúkdóma? Sko, ég held til þess að svara þessar spurningu beint, þá held ég að lyfjafyrirtækin vilja bara alls ekki missa kunnuna sína. En ég vil samt líka setja pínu svona varnagla við, þú veist, að hann læknaðist vegna þess að þú veist, þetta er bara reynsla hins manns. Já, algjörlega, og þú veist, maður heyrir alveg fullt af svona sögum, sko. Og þetta máli þetta er náttúrulega alveg stór, þetta er yfirleitt í rannsóknum, þá er þetta talið sem eitt af sko mikilvægastu augnablikum lífstíns og jafnvel ofar sko fæðingu fyrsta barns að taka svona efni. Þannig að þetta er ofboðslega stór lífsreynsla, en það er samt alveg sko þetta er ekki töfrapilla, það er alveg, maður þarf alveg að getur ekki enda aftur á byrjunarreit, skilur. Það er ekkert sem segir og það gerist ekki. Þú ert læknar í dag en getur ekki bara þú getur alveg, ef þú breytir engu í umhverfinu og ef þú breytir engu í hegðuninni þá, þú veist, af því að það sem þau gera er að þau leyfa heilunum að tala meira saman, þannig að allt í einu getur þú fengið að sjá hlutina frá fleiri sjónarhornum heldur en að þú hefur aðgangað undir sko í venjulegu vitundur ástandi, en það að komi meiri tengingar á milli taugafruma, því það er rauninni það sem nám það er bara tengingar að myndast á milli taugafruma, ef að þú ekki viðheldur þessum nýju tengingum með því að fara út að hlaupa, að þú veist, verða hafa önnur samskipti við fólki, hvað sem það er, að ef þú ekki breytir, ef þú ekki festir þar í sessi, nú þá bara rýrna þær aftur. Það er bara þannig. En varðandi þessi lyföll, þú veist, alltaf þá þessi SSRI-lyf við þunglindi, svo erum við með þessi ADHD-lyf, náttúrulega greiningar við ADHD eru náttúrulega bara, veist, þau eru bara off the roof, sko, veist,
það byrjaði hjá börnum og nú allt inni bara, veist, eru jafnaldra mínir eitthvað að greinast með ADHD og komin á Rítalín og konserta og líður æðislega og það bara litið á það sem bara eitthvað svona langtíma lausn og ekkert kannski eitthvað að vera að spá í að lifrin ónýtt eftir 20 ára og komið með vefjagigt og hvað veit ég svo ég með róandi töflur eins og benzo og annað sem að og kvíðastillandi og svo þarftu kannski svefnlyf og allt þetta, allir þessi kokteil ég held að 24% af fólki á Íslandi með greiningar og á lyfjum í samræmi og gamla fólki, Jesus fucking Christ maður, þetta var alveg hellað ástandinn á þessum hjúkrunarheimilum, svovilluðum. Já, og þetta er allt það sama, ef ég fer aftur að líka okkur við plöntur, ef þú ert ekki með rétta jarðveginn og rétta næringuna til þess að þrífast, þá þrífst ekki og við erum ekki í samfélagi sem er bara, samfélagi er ekki hannað til þess að við, sko það er bara ekki optimal fyrir okkur. En hefur þú trú á þessum lyfjum? Sko, lyf í sjálfu sér geta verið, þau eru náttúrulega bara vola hlutlaus. Þetta fyrir allt eftir bara hvernig þau eru notuð og hverjir eru að nota það. Ég meina, þú veist, og það er ekkert lyf eitthvað, það er ekki til góð eða slæmlyf, hvort sem eru lögleg eða ólögleg. Ég meina, öll þýska þjóðin var á amfetamíni í seinni heimsstyrjöldinni, alveg eins og við erum núna, skilu, það er bara allir komin. Það eru allir amfetamíni? Það eru, basically, og það er allir koffin líka, og það er það er bók nýjasta bókin eftir Michael Pollan sem ég mæli með henni, ég man ekki hvað hann heitir akkur núna, en hann er að tala sem sagt þessi nokkur vímöfni og hann talar þar koffín og sko koffín víman af koffinni og amfetamíni er bara mjög svipuð og það er bara fólk áttar sig ekki á því hversu sterkt vímöfni koffín er ef að, þú veist, ég ger alltaf einu svona ári, ég tek alltaf janúar þar sem ég tek bara allt út og þar á meðal koffín og sko fyrsti kaffibóllin bara svona aðstilla núlstilla sko fyrsti kaffibóllin, er það djóka en þetta er, þú veist, bara samfélagið er pínlítið hannað þannig að við erum ekki að þrífast, við eigum bara að vera í productivity og síðan lifjum við einkennin af okkur og lifjum framleiðnuna upp, það er bara þú veist, við þurfum nýja samfélagsgerð. Heldur að þessi hugvíkandi efni séu að fara að leysa þessi lyf af hólmi? Ég held að, sko, ég er ekkert vissum að leysi þau endilega á hólmi. Ég er að vonast til þess að þetta verði valkostur fyrir þá sem að kjósa en það sem að þyrft að gerast ef við ætlum að losna við alla þessa lyfjagjöf, það er ný samfélagsgerð. Af því að það er bara, við erum í dýragarði, bókstaflega. Við erum búin að byggja dýragarð utan okkur. Við erum bara aftur í náttúruna, sveitin ættbálkar. Já, sko, það er alveg ýmislegt hægt að gera áður þess að sko sprengja allar borgir í loftu upp, en þú veist, allavega þá er það alveg á hreinu að það, svo samfélagsgerð sem við erum í dag, hún er bara ekki að þjóna þeim tilgangi, það þjónar fáum, ríkum, efna miklu fólki, þjónar þetta óbúslega vel, en það er bara all hin lögin sem eru fyrir neðan sem eru bara algjörlega á nippinu í hamstarhjólinu. Líka í þessum ummennastöðum þá er líka bara að vanta fólk, það er mjög fátt fólk á þá sem þú búa á þessum heimilum og þá er auðvitað bara þetta sögum þess að kannski bara þægilegt bara, geta þeir taktu bara þetta og þá er friður Já og svo tími fyrir gamla fólk eða fallaða fólki og þetta er svo sorglegt vegna þess að sko ein af ástæðan fyrir af hverju við náðum svona langt inn í nútímann er að því við erum þryggjalaga tegund sem þýðir það við eigum að vera þrír ættliðir saman það eru ákveðna kenningur upp það að því að sko að önnur spendýr kvenkyns spendýr fara ekki að breytingaskeið og það er alveg ákveðna kenningur upp það að það sé bara hreinlega vegna þess að til þess að gefa kvenfólkinu, þetta tækifæri á að vera ömmurnar líka sko. Og það er alveg á hreinu með þessum narratífa heila sem við fengum sem við erum að í rauninni gefa viskuna áfram í gegnum sögur og svoleiðis að ömmur og afar hafa bara gengt alveg gífurlegu sko hlutverki, bara menningarlegu hlutverki bara í allri okkar mannkynssögu. Svo allt inni kemur kjarnafjölskyldan fyrir einhverjum 50-60 árum og bara allir einhvern veginn og bara allt gamla fólki bara geimt inn á elli. Já, eða bara flúið til Spánar og bara alltaf að spila golf og hefur engan tíma eða nennir ekki að vera með barnabörnunum sinni. Í alvöru, því við eigum bara eitthvað að vera bara eitthvað svo geðveikt, eitthvað healthy og gömul. Já, og svo er það hinn vinkillinn, ég er að vinna í skóla og ég sé foreldrarna koma með börnin inn 4:00
og svo sé ég þau sótt nei fyrir ekki, komið inn klukkan 8 svo sé ég þau sótt klukkan 4 Já, svo fer ég kannski inn í laugar eða eitthvað þá sé ég foreldra koma með börnin sín í gæslu kannski klukkan 4:30 já, þetta er alveg hell langu dagur já. bara margir 5 dagar í röð þetta er náttúrulega alveg brjála óheilbrigðar aðstæðan sem við erum búin að skapa fyrir börnin okkar Það er bara þetta rosalega og þú veist, ef við pælum í og þetta er bara einhver undirmönnuð menntastofnun Já, og hérna sko hérna áður fyrr í þessum sko hirðingi þjóðfélagum, beðmannasafnar þjóðfélagum og það sem í þessu samfélagsmynstri sem við þróumst í, þá voru að meðaltali 7 fullorðnir á hvert 1 barn. Sæll. Já, nú Og 7 það er- börn já. eða nú 20 börn Já, á hvern. einmitt. Og það er mjög skýr hlekkur á milli hversu mörg jákvæð samböndu áttu fullorðna einstaklinga í uppvextinniðinum og geðheilsu síðar á æfinni. Já. Amen. Vá, hvað það meika sens. Þetta er bara, þú veist, þetta er ekki gott. Við erum á Hreinlega. villigötum. Já, Við við erum erum að það flytja bara. á Ólafsfjörð. Ég hef búin að vera að segja það. Ég var Við löngu förum bara. Ég skil ekki okkur, það er engar hraðahindran, engin ljós. Ólafsfjörð, Já, þú er komin tilbaka eftir viku. nei, Það eru aðri smábar sem er skemmtilega. já. Herðu, ok, ég er komin í síðustu spurningana og það er kannski ertu búin að svara þessu, ég veit það ekki en það eru þessu hugvíkandi efni komin í formi vissrar örvendingar eða eru við komin okkur vanmáttarstað eða eru þau komin sem í rauninni þáttur eða svona viss þáttur eðlilegar þróunar og nánari tengsl eða þörf í tengsl við innri og ytri náttúru. Skilur hvað ég er að segja? Þetta er löng og flókin spurning en Já, er þetta bara eðlileg þróun því að við erum farin átt okkur á því við þurfum tengsl í kjarnan, í ræturnar eins og við töluðum hinn í byrjun eða er þetta eitthvað svona frantik því hitt er ekki að virka? ætli sig ekki bara að blanda. Já. Ég myndi alveg halda það, sko. Einfalt. Einfalt. Já, Gekkja. Get ekki alveg svaraði betur. Einfalt svar við mjög flókin spurningu. já. Og svarið er já, Já. 42. All right. Ég... Herðu, áður en við förum í orð frá sponsorum svo verður leist út með gjöfum þá framtíða sín og loka orð. Já. Já, framtíða sín ég er bara að bíða eftir því að við förum í nýja samfélagsgerð og kikkum sem kapitalisma út. Það þarf að skipa nefnd fyrst, sko. Ég held Á það. hvern. Verða Já. sálfræðingar einhvern tímann atvinnulausir? Væri það ekki good news? Sko, já, ok, jú, það væri náttúrulega rosalega góð. Þannig erum við líka, sko, ég er í pínu fíl út í starfið mitt af því að það er líka, við erum í rauninni að individualisera kollektiv þjáningu eins og ég er að tala um. Þú veist að ég er að sinna einum einstaklingi en það er bara þannig að ef að þér líður illa þá er allt netið veikt og þú veist samfélagið er veikt þannig að það taka einhvern einstakling út og bara já þér líður illa, nú ætlum við að laga þig auðvitað náttúrulega getum að gert alveg heilmikið en það er samt þannig eins og ég verið að tala með Wood Wide Web ef að þú ert í sýktu rótarkerfi getur þetta búist við því að þú sért heilbrigður. Þú verður einhvern veginn að ná að rise above it. Já, sko, bara ef þú pælir þessu með trén, ef það er sýking í rótakerfinu, getur það, er eitthvað tré sem Það er er inn í vesen. þessu rótakerfi sem getur verið heilbrigt. Það er vesen. Það er svolítið vesen, sko. Já. En já, nei, ég veit ekki framtíða sín, ég á ekki bara hvetja fólk til þess að kíkja í Trammering. Jú, ég held það. Það er ekki bara. Jú. Kíkja á Instagram heilsugar, eða heimasíðuna heilsugar.is. Já. Gekkja. Yndislegt. Viltu bæta ykkur við þetta? Nei, það var bara frábært. Það var geggjað. Ekki. Þetta er bara, þetta var geggjað. Ef að fara í nokkur ár frá sponsorum. Ég mun hlaka mikið til. Shit maður, hvað landsum við gert Ha, þetta? já. Herðu, sko, ég er ótrúlega þakklátur fyrir þessi 2 fyrirtæki. Við erum með 2 sponsora. Þeir halda líf í okkur. Og þetta er sérst Þótt Þorgríms í Ármúla 29 og þeir fókusa á korkin. Já. Ég ætla að leyfa að handleika jómfrúakorkin meðan ég lesi hérna upp. Gjörðu svo vel. Nice. Þetta er 27 ár sem þetta tekur. Já. Þetta er jómfrúakorkurinn utanum Í mjög heilbröðu rótakerfi. Í mjög Quercus heilbrigðu- ég sé það. Suberin Ég sé það. korkeikin. Herðu, já, þeir eru með korkin. Korkurinn er geggjaður. En mér langar að nefna að sko Þótt Þorgríms er náttúrulega bara eins og bara svo taskan hjá Mary Poppins.
það bara, þú ferð bara og þú tínir upp bara hvert undra efnið á fætur öðru. Fíbó baðplötur, ég hef notað þær á baðherbyggi fyrir kúna og þetta var eins og flís við rass. Þetta auðvitað krefst nákvæmni og það er ekkert að vinna þetta með raskatinu. Þetta er snildalaust, kemur í stæði fyrir flísar. Svo er líka bara búðin og andin inni, bara geggjaður. Það er geggjað að fara hann yfir. Farið hann yfir og heyrið í Daniel, hann býður upp á kaffi. Búm, bara bím. Og svo er það víróplötnar, steypuplötnar. Þetta er líka snild, þetta er snildarefni. Ég vil líka nota þetta. Mega þungt, einu svona plata er örgulega 50 kíló. Litaðar MDF-plötur. Ég notaði mikið af þessu í Danmarku þegar ég var á sérsmíða hillur og svona drasl. Þetta færðu hvergi annar staðar nema í Þ. Þorgríms. Geti haldið lengi áfram. Þ. Þorgríms er heill heimur og töfrum fyrir þá sem vilja hafa töfra í lífi sínu. Herru, já, og svo er það gott CBD. Já. Þeir eru bæði með vefverslun og kjötheimaverslun og kjötheimaverslun er upp í Urriðaholtsstræti 16, það er sérst, ef þið farið upp í Costco, nema ekki farið inn í Costco heldur farið upp í nýja hverfið. Þar er opið milli 12 og 5. Það eru ungi menn að vinna þar, þeir eru að detta á kvöldin og drekka orkudrykki og þess vegna sofaði lengi, þess vegna mæta ekki fyrir 12 og mæta aðeins og seint. Þeim er alltaf kalt, þeir eru alltaf í svona stúnúlpum með svona demans eyrnaloka, en ekki láta það að hræða ykkur, þeir eru mega næs og þeir ráðleika ekki með CBD. Þeir vita allt CBD, ég hef lent í þeim, þeir eru alvitri. Þeir eru með alls konar drasl, tengt hampi CBD, það er olja, krem, smisl, CBD, weed, það er alveg geggjað að reykja þetta CBD weed, mér finnst það æði, snirtivörur, fræ, stíla, elska þessa stíla, getur fengið það í 50 og 75 milligrammum, ég er alveg steinlegg eftir eitt stíl, bara heila helgi. Ok, og já, og við langar líka að minnast á það að sko gott CBD er farið að selja, þau eru farið að selja farmahemp olíuna bæði í Hagkaup og bara í slatta apotekum út alland. Já, ég sé. Og já, og við erum með afsláttakóða sem er Þvottahúsið sem gefur held ég 15 eða 20% afslátt. Já. Bím bara búm. Nýja olían, Gunnar. Já, þetta er nýja olían. Sko. Já, ég veit það. Þessi hérna, hún er THC, nei, það er ekki þessi. Nei, virtusolía. Það er hérna, ég prófaði þessa, ég komst úr COVID-þunglindinu með því að það sem ég gerði að ég sem sagt mætti á föstudegi, ég var búin að þunglindur alla vikuna eftir COVID, ég setti CBD baðsalt í baðkarið mitt og lá sem sagt og baðaði mig í 50 mg af CBD í 2 klukktíma og svo kom ég heim út í skúr og ég vaði mér eina CBD jónu sem er THC free by the way og reykti eina jónu í einrúmi, þetta var ákveðin aðtöfn og svo var lág ég í þessari 20% CBD olíu frá þessu fyrirtæki hérna sem heitir Rekiro og þetta er broad spektrum olía sem þýðir að hún er góð fyrir löggur og tollverði því hún er THC free. Það er að taka mig í blóðpröfu og það er ekki vottur af THC eins og er í hinnum olíunum en ég er endar að elska líka THC í svona sneiðulmagni en þetta er mjög cool. Þetta svínvirkaði og ég er búin að vera hæpa síðan. Þú fannst hennar liggjandi á gólfinu 30 ára seinna. Ég læknaðist af COVID-þunglindi. Ég var búin að vera svo þunglindur. COVID tók allt frá mér. Já, þetta er rosalega. Þessi er komið á óvart. Þessi er upp í búð. Ég ætla að fara á morgun og kaupa. Ég er með geggja krem. Þetta er klikka krem sko. Hvað er þetta? Þú talaður að sonuðin væri svo eðlumaðurinn út á kuldaksemi. Þetta stöf hérna, ég er búin að vera að nota þetta á þurra staði og líkamannum og það er geggjulykt af þessu. Wow. Hvað er þetta? Þetta er sérstakt þetta er vítamin E maður. Þetta er græðandi salvi. Þú setja þetta á ör og svona tóttir í. Ör hverfa. Útvortisör. Örin hverfa. Ég er með eitt ör, ég boraði höndin á mér í smíði í Fyndabæk, vítu. Hentu sá. Já, ég sé bara hvernig það hverfur. Já, það ekki. Það er fyrir að leysast upp í svona. En þetta er bara til útvortisnotkunar. Þú getur ekki notað þetta á andlegs sár. Nei, ok. Herðu, ok, og svo ætlum við að leysa þið út með gjöfum. Með korkurinn vera með þér. Þetta eru glasamáttur frá Þ. Þorgríms. Nice. En herðu, svo er hérna annað. Þú ert svo fyrsta hérna sem að, sko, það sett val fyrir fram að þig. Ég fekk skilaboð frá Sigga, sem er upp í gott CBD. Hann sagði, leyfðu þeim að velja. Þetta er svolítið kjánalegt. Þú getur fengið CBD handopurð eða bólukrem. Og ég var bara að segja, nei, ekki bólukrem. Ég bara, hvað meinar þau? Ég kannski eiga þau unglinga eða eitthvað. En þetta er bara, don't kill the messenger. Þú máttu velja.
Handabburinn læknaði eðlumannin allavega. Já, ég til hérna handabörðu. Þú til Ok, það er engin með bólur. Takk svo Þetta mikið. er samt magna því að ég ánefnilega Gjörðu svo vel. og alls konar. Þetta nýtt eða ekki? Nei, þetta er ekki nýtt. Ég veit ekki. Ég vildi vera það múlingabólunar. Já, Þetta hjálpa mér. Það hefði ekki vilt að fara á dekustæðan og hvað þetta heitir allt sko. En herðu, hérna kekkja. Lilja Sif Þorsteinsdóttir, sálfræðingur, hérna, takk fyrir hugrekkið að stíga hérna fram og fyrir að opinberaði koma með inn allt bara. þetta. Það var bara frábært og ógeðslega gaman að fá mjög þig fróðlegt sko. og Gaman að bara vera hérna. kilvalega heim. Þú blessuð. Takk. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.